Það var annar dagskrárliður í þessu dagskrá miðbær deiliskipulagsbreytingar vegna fjölgunar á lóð og breytingar á Torfanesbryggju. Ingibjörg Ólöf Ísakir bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er 8. liður í fundargerð skipulagsnefnda frá 11. maí síðastliðnum. Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að breytingum á deiluskipulagi miðbæjar. Er að ræða fjölgun lóða fyrir hafnsækna ferðaþjónustu við Hofsbót, breytingar á Torfanesbryggju og fleira. Tillagan er unnin af Ómari Ívarsinni hjá Landslagi ehf. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði nú bara að koma hingað upp til að fagna í rauninni þessari breytingu. Við erum að sjá að viðtökur og viðbrögð við miðbæjarskipulaginu eru miklu betri heldur en við gátum átt von á. Nú er uppbygging að hefjast og mjög mikilvægt að við stöndum okkar vakt og tefjum ekki fyrir. Það er hérna að ræða fjölgun lóða og skemmtilegur göngustugur sýnist mér sem að mun tengja þá sem að koma frá skemmtiferðaskipunum betur inn á þetta svæði. Ég held að sé líka full ástæða til þess að hvetja bæjarbúa til þess að kynna sér núna tillögurnar sem að liggja fyrir næstu 6 vikurnar vegna þess að það eru ákaflega spennandi tímar í vændum hjá okkur og ef framheldur sem horfir þá mun þetta bara vinda upp á sig. Þó er nokkuð brýnt að við förum að huga að því núna að ákveða hvenar og hvernig við munum standa að því að breyta Glerárgötunni. Umferð frá miðbænum og niður á hafnarsvæði mun aukast, þetta mun verða líflegt svæði. Atvinnulífið mun kalla eftir því að það verði meira atvarnarrými og kannski ættum við að skoða það hvort við getum, eins og hér hefur verið rætt, velt fyrir okkur einhvers konar tímabundinni lokun með blómakerjum og keilum og öðru til þess að gefa strætóbílum og leigubílum möguleika á því að leggjast þarna að og prófa þá í leiðinni hvort að þetta muni nú ríða bæjarfélaginu á fullu þó að gatan þrengist örlítið. En þetta er flott mál og þakkir til skipulagsnefndar fyrir að vinna greiðlega úr því. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hefur lagt í máli, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú ég vil sömuleiðis eins og bæjarfulltrúi Logi koma og bara lýsa ánægju með þessar tillögur og raunverulega hvað stendur til að gera á svæðinu. Þetta eru mjög spennandi hluti sem að gerast við Torfunefið og á þessu svæði varðandi hvalaskoðunina og menn eru stórhuga þegar menn horfa nú til framtíðar næstu árin þegar maður ræðir við þessi fyrirtæki eða stjórnendur þessar fyrirtæki sem eru að huga þessari starfsemi og það vill bara svo þannig að þetta er væntanlega besta hvalaskoðunarsvæði í landinu, Eyjafjörður. Og þá er það líka bara vegna þess hvað svo gott er í sjóinn almennt hér miðað við önnur svæði í landinu. Og eins og sannast síðasta sumar. Og þetta er bara mjög spennandi þróun og ég er fullviss að þetta muni styrkja miðbæjarsvæði mikið að fá allt þetta líf og starfsemi inn á þetta svæði. Og spennandi tillögur núna sem að koma með þá tillaga sem er lögð núna til að breyta því skipulagi sem var búið að samþykkja svæðinu áður og eins og bæjarfulltrúi Logi kemur inn að það var mikið sótt í þær lóðir sem voru úthlutað eða sem sagt auglýstar í vetur og bara mjög spenntur fyrir að sjá hvernig þetta þróast og náttúrulega spenntur fyrir að fylgjast með þessu sumar hvernig þetta líf mun þróast þarna niður við Torfunefið og Hof á þessu svæði. Telrendar í ferðaþjónustu sé þetta bara með því meira svona spennandi sem hefur komið upp á hér í bæ í þó nokkur ár. Varðandi Glerárgötuna þá bara fagnaði því að þessari hugmyndum bæjarfulltrúa Loga varðandi að eins og maður komið rætt hérna áður í bæjarstjórnum meðan ég varðandi að þrengja götuna og bara sjá hvað áhrif það hefur og taka eitt sumar í þetta eða hvað með að prófa að þrengja Glerárgötuna þá sjáum við þá í framhaldinu hvað það þýðir að loka. En þá þurfum við líka að loka í einhver tíma og
og sjá svona hvernig þetta þróast. Þannig að bara það hefði náttúrulega verið gott og gera þetta líka þegar eins og sumarlagi og svo í vetraraðstæðum. Þannig að við hefðum svona sama burðin. Þannig að ég bara fagna þessum hugmyndum frá meirihlutanum að þetta sé skoðað og bara líst mjög vel á síðan þessar breytingatillögur sem eru lagðar fram hérna varðandi þetta svæði. Takk. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér ljós þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt þessari skeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.